Ég ætla að sýna ykkur svona munsturprjón sem gæti kallast fiðrilda munstur en minnir einnig á kaðla, og í munsturinu eru bruggnarlykkjur sikkoru megin við oddatölu, og hjá mér er það brugðinlykkja, 5 sléttar og brugðinlykkja, það er munstrið. Og það er alltaf oddatala að því við þurfum að fara í miðjulykkjuna til að búa til munstrið. Þannig þið sjáu það núna. Og við byrjum bara á því að prjóna bruggnarlykkju. Svona. Síðan ætlum við að prjóna í miðjuna. Og það eru sem sagt lykkja númer 3. 2 sikkoru megin og svo kemur þessi brugna. Og við ætlum að prjóna í umferðina fyrir neðan. Í lykkjuna. Í umferðinni fyrir neðan. Drögum bandið í gegn þá lykkju. Svona. Og það er tilhneiging til þess að því að við gerum alveg eins og hérna megin, að þessi vængur verði laus prjónaðri heldur en hérna megin. Þannig að hafi það í huga, og það er líka gott að æfa sig á pröfu til að fá aðeins tilfinningu fyrir þessu. Þannig að þið þurfum ekki að rekja kannski upp alveg heila umferð eftir að búin á klúðrenni, af því þetta er svolítið tilfinning. Og við tökum hana hérna svona. Og svo prjónum við bara 5 sléttar. En það sem við ætlum að gera er að við ætlum að prjóna aftur inn í þessa lykkju sem við prjónum í áðan hérna. Og þá gerum við tilbaka, förum í gegnum, sækjum bandið og það er alltaf tilhneiging til að þessi verði þrengri. Þannig að ég hef þessa alltaf aðeins víðari. Og svo ger ég brugna, held kannski bara aðeins við og kannski dreg aðeins til að fá hana, sjáu það, hún er aðeins þrengri. Svona. Síðan endur tökum við bara aftur hérna megin. 1, 2, 3 í umferðina fyrir neðan. 1, 2, 3, umferðin fyrir neðan. Sækjum bandið. Drögum í gegn. Prjónum 1, 2, 3, 4, 5. Förum aftur í sömu lykkjuna, sækjum bandið í gegn hana. Það er líka hægt að gera þetta með heklunál sem ég finnst það betra. Og eins og ég segi, alltaf, þessi er alltaf þrengri. Þannig ég gef alltaf aðeins eftir. Og svo ger ég þessa brugnu og laga. Svona, síðan ætla ég að gera næstu umferð og sýna ykkur hvað gerist. Nú erum við komin aftur í næstu umferð og við prjónum bara brugðið. En núna ætlum við að prjóna þessar snúnar slétt saman og það þýðir að við snúum lykkjustöðinni. Þannig að prjónar slétt snúnar saman. Það þýðir að við snúum lykkjustöðinni og prjónum svona. Síðan prjónum við 1, 2, 3 og svo eru þessar, eins og við sjáum núna, hvað er mikill munur á hvað þar eru, og þessar eru prjónað venjulegar sléttar saman. Og þið sjáu bara munin, en það er hægt að toga í. Svona. Og við tökum leikinn, snúnar saman. Ein, 2 og 3 á milli
og þessar venjulegar prjónaðar 2 saman. Og þetta eru svona þessir vængir sem myndast. Og það er alltaf að losa aðeins þessa, því að hún er alltaf aðeins þrengri. Og í næstu umferð þá er það best ég sýni ykkur það. Nú er ég komin inn í næstu umferð og þá er bara að prjóna venjulega brugðin og 5 sléttar. 1, 2, 3, 4, 5 og 1 brugðin. Og næsta umferð er gerð eins. Og þið sjáu hérna er það of þröngt á milli, en það er alltaf hægt að toga aðeins í til að laga, en þið sjáu bara munin. Hérna er það miklu betra. 1, 2, 3, 4, 5 og 1 brugðin. Svona. Og næsta umferð er endurtekin eins og þessi og svo endurtökum munstrið sig aftur.